Góðan daginn, Smárakirkja. Gaman að sjá okkur öll. Endilega þið sem eru frammi, komið inn. Við erum að fara að lofa Guð saman, það vill ekki missa því. Ég sé reyndar að Beggi að gefa pening, en við skulum bíða. En endilega, ef við ekki að rísa á fætur, við erum með skemmtilega stund framundan. Sibba reyndar lasin heima, við skulum biðja fyrir henni. Hún veiktist snögglega og komið einhverja pest. Hún ekki með okkur í dag. Ég vissum hún að horfa á okkur á netinu. Og það eiginlega það sem svolítið gaman og eitthvað sem við höfum ekki talað mikið um. Það alveg ótrúlega margir sem að horfa á okkur á netinu. Og maður þarf svona að fara að venja sig á því að sem stjórnandi, þú veist, í lofgjörðinni að fara að tala til þeirra sem að horfa heima. Og mér langaði að segja bara gaman að sjá ykkur. Velkomin að fylgjast með okkur. Og við byrjum alltaf samkomar aðeins á því að biðja saman. Hún með aðeins öðruvísi sniði í dag samkoman því að kórinn raunverulega með lofgjörn og vanalega er þó þessi vanalega lofgjörn með 3 lög. Við ákváðum að steypa þessu bara allir saman. Og þannig að kórinn verður bara með í lofgjörninu og við fáum að vera með kórnum og þetta allt í einu graut. Það ekki spennandi bara? Gaman að því. Herðum rísum hendur á fætur, leggjum þessa stund í Drottins hendur. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka þér fyrir að við fáum að koma saman, við fáum að lyfta þínu heilaga nafni. Við viljum leggja þessa stund og alla þá sem hér eru í þínar hendur, Drottinn. Við biðjum um spurningu, leysingu inn í lofgjörð og í haldróð þegar hann talar, Drottinn, og alla þá sem þjóna hér í dag, hvort sem það í hljóði eða Drottinn djáknar. Ég biðji Drottinn bara að blessa og varðveita Drottinn og ég biðji sérstaklega fyrir þeim sem eru komnir hingað í dag til þess að hitta þig, Drottinn. Bara viltu blessa, viltu koma með eitthvað nýtt, viltu brjóta hlekki, viltu bara fylla hana sal af þinni dýrð, Drottinn, í Jesú nafni. Og allir líðurinn sagði Amen. Herðu, við ætlum að byrja á þessu lagi, þannig að endilega ekki setjast. Og við ætlum að taka í fyrsta skipti I Know My God með kórn. Þannig að, þú veist, hey, klöppum aðeins og tökum þátt. I know my
can't do anything. My God can't do anything. My God can't do Flottu kórmaður, rosalega gaman að taka kórinn með í lofgjörðum. Jesús lifir enn.
ég gestir einu. Já, Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, hann frelsar getur hvern mann. Um eilíf höfundur míns hjálprást, því hann er sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, hann frelsar getur hvern mann. Um eilíf höfundur míns hjálprást, því hann er sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Lýsir ljósið, láttu heiminn sjá, við syngjum sigurmann hann, segðu öðrum frá. Lýsir ljósið, láttu heiminn sjá, við syngjum sigurmann hann, segðu öðrum frá. Já, Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann. Um eilíf höfundur míns hjálprást, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann. Um eilíf höfundur míns hjálprást, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Halleluja! Takk Jesús. Þetta er rosalega gaman að syngja með kórnum. Má ég heyra kórinn taka þetta einu sinni? Ó, Jesús. Fluttan getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann. Um eilíf höfundur míns hjálprást, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Jesús, fluttan getur fjöllin, hann frelsar getur hvern mann, frelsar getur hvern mann. Um eilíf höfundur míns hjálprást, því hann einn sigraði gröf, Jesús sigraði gröf. Halleluja. Geggjað. Ég hef grunum að þetta eigi eftir að vera meira af þessu. Ógeðslega gaman að fá að syngja með ykkur. Takk sem er leiði. Alveg hrikalega gaman. Gaman að heyra hana vegga röndum fyrir aftan sig. Alveg magnað. Við þurfum að æfa þetta meira og gera meira af þessu. Amen. En kórinn ætlar að taka við og ég ætla að fara niður og fá að njóta. Og bara endilega Matti, þetta er stjórn Matta hérna. Takk fyrir Matta. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down
að segja að þetta geggjar þessi kór. Já, betra, Matti. vá, Það er komið. betra að hafa snúruna í sambandi. Þetta er alveg stórkostlegur þessi kór og vitið þið hvað? Í dag á þessi kór eins árs afmæli. Við værum ekki hérna ef það væri ekki fyrir þennan gemstein hérna. Og, Við erum forréttinda fólk. og þetta er náttúrulega sannarlegt þakkarefni. Takk fyrir allt, Beggi. Takk fyrir allt, takk fyrir gleð og sorg, takk fyrir mig, minn Guð. Þökk fyrir menn, þökk fyrir börnin stór og smá, þökk fyrir lífið sjálf. Ég þakka þér, ég þakka þér, minn Guð, ég þakka þér, amen. Þakklæti í hjartanu, þakklæti í sálinni, þakklæti mitt til þín. Takk fyrir vonina, takk fyrir birtuna, takk fyrir allt, minn Guð. Ég þakka þér, ég þakka þér, minn Guð, ég þakka þér, amen. Halleluja, 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 ég lofa þig. Halleluja, 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 ég lofa þig. Ég þakka þér, ég þakka þér, minn Guð, ég þakka þér, amen. Drottinn minn hirði, mig mun ekkert bresta, á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjenden.
Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Hressir sál mína, leiðir mig réttan veg fyrir sakir nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dag, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Slotið þinn og stafur huggar mig, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyrð höfuð mitt með olíu og bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Amen. Þá ætlum við að frumflytja texta yfir lag sem þið þekkið öll, sem hún Guðrún Hælings gerði. Og þetta er það ekki rétt, Rúna, þetta er fyrsta sinn sem þetta er flutt opinberlega. Og þið verðið alveg pottþétt fljót að átta ykkur á textunum og verið duglega að syngja með þegar þið eru búin að átta ykkur á þessu.
fyrir predikun þá ætlum við að standa upp og lofa Guð. Það ekki standa öll saman. Gospelkór Smárakirkju. Elsku vinir, við ætlum að taka fórn áður en að Halldór kemur að tala til okkar. Ég myndi að pæli því þegar að fólk að hlusta á netinu þegar við notum þessa kristnesku sem ég oft búin að tala um. Við ætlum að taka fórn. Ég ofta að pæli því hvað fólk að hugsa sem hefur kannski aldrei komið í kirkju. Hvað að fara að gerast næst? Erum við að fara að skera geitaháls eða? Þú veist. Ég tók nú einhvern vesalingstrák sem kom í fyrsta skipti með Hann segi ykkur þá sögu. Það var ein sem var í kórnum með okkur sem byrjaði með nýjum kærasta sem var ekki í kirkjunni og hann kom á samkomu og þetta var frekar svona lífleg samkoma fyrir nokkrum árum síðan. Og það var eitthvað mikið að gerast og eitthvað svona fólk að hlaupa og lofa Guð mjög svona kröftulega og ég sá að strákurinn var svona freka sjokkeraður og svo ég að labba út eftir samkomu og þá situr hann svona aftast með kærustinni og þau standa svona upp og hún svona vildi kynna hann fyrir mér og ég labba svona kröftulega frammi og hún pekar, Rúna vildi ekki segja hæ? Ég segi, já, sælvinur, gaman að sjá þig, komdu endilega næsta sunnudag, þá sláturum við geit. Og við sáum bara, hann var bara svo skelfingasvipur í andlitinu, hann trúði öllu upp á okkur. Það var bara, þú veist, ég hló og svo labbaði ég bara út og ég náttúrulega leiðrétti þetta ekki, ég alltaf þannig, sko. Það var allir sátt eftir, nei, hann er bara að grínast,
En það svolítið gaman með þessa kristnesku nefnilega, við festum stundum svolítið í því, þú veist, taka fórn, taka samskot, eða þú veist, hvað þýðir þetta fyrir þá sem að hlusta. Það sem við erum að gera það, þetta náttúrulega frjáls kirkja, sem sagt, hún ekki á framlögum hjá ríkinu eða svoleiðis, og þar af leiðandi berum við alla kostnað sjálf og við byggjum fólk að ef það getur og aflögufært að styðja með því að setja í baukinn sem látið ganga til þess að halda starfinu gangandi. Það snýst þetta, það að taka fórn. Og svo þetta náttúrulega biblíuleg tilvísun. Þetta að, þú veist, fórna, þú getur fórnað að tímaðinum, þú getur fórnað að fjármuniðinum. Það að fórna af fjármunum sínum en náttúrulega að fórna tíma sínum, því að við þénum okkar peninga með því að nota tíma okkar til að vinna. Þannig eignustu pening og þau eru gjöfum, þá erum við sjálfum sér að gefa tíma okkar. Og það þannig með Drottinn, og ég trúi því, og ég trúi því einlega, hann lætur nú bara aldrei eiga inn hjá sér. Nú ég ekki að tala þetta sé eins og örugt lottó að þú leggur 100 kall í baukinn og farið 1000 tilbaka, ég ekki að tala það. Þó það geti gerst. En Drottinn þannig að hann sér þegar fólk gefur og hann blessar. Og við trúum því. Má ég heyra menn við því? Alltaf gaman að tala fyrir fólk, það alltaf svo mikið svona meðbyr. Ég ætla að segja ykkur eina aðra sögu sem ég ætla að segja ykkur áður en að ég var einu svona staddur á móti í Bandaríkjunum og það var búið að vera vakning í þessari kirkju. Við vorum fengið þetta til að koma og spila og það var búið að vera í einhverja nokkra daga, 10 daga eða eitthvað, búið að vera bara það sem þau kölluðu vakningu. Það var búið að vera bara alveg svakaleg hræring anda Guðs á samkomu til samkomu. Og við komum þarna og vorum í lofgjörunni og það var alveg æðislegt. Svo kom ég mynd að því þátt að taka fórn. Og þegar pastorinn fór upp, þetta var í Bandaríkjunum, þegar pastorinn fór upp og tilkynnti að nú komið tími til að taka fórn, þá brutust út fagnaðarleiti. Manst eftir ég sagði frá þessu sínum tíma og við tókum og þá fóru bara allir að klappa og ég var bara, hvað að frétta hér? Þá var bara þakklæti í húsinu fyrir því sem var að gerast, var svo mikið að fólki bara, þú veist, það bara trilltist þegar það fekk tækifæri til að gefa eitthvað tilbaka. Og þetta var alveg, ég man þetta hafði snerti rosalega við mér á þessum tíma og í einhver tíma þá tókum við upp á því að fara að klappa bara, þú veist, það segir að hann blessa glaða gjafara og það svona svolítið fake it till you make it. Það getur verið stundum svolítið erfitt að seilast í vasan og gefa þeim af þessum tíma okkar sem við erum búin að, þessum peningum sem við erum búin að hafa fyrir. En treystu því, Drottinn hann blessar. Og ég með. Eigum við að rísa enn einu svona fætur og biðja fyrir þessari fórn. Líka svo gott í svona þessum Hvítasunnu kirkjum, það alltaf verið að standa upp og setjast og standa upp og setjast. Maður verður í svo góðu formi á að vera, þú veist, frelsaður. Þú veist, þetta eru svona, mér skilst að nébegir eru víst bestu æfingarnar, sko. Þú veist, þannig að þetta er mjög sniðugt. Svo tökum við náttúrulega á því í lofgjörninni líka. Heilagur Drottinn Jesús, ég þakka fyrir að við fáum að koma saman, Drottinn. Ég þakka fyrir að við fáum að gefa, Drottinn. Ég vil bara blessa þessa fórn, Drottinn. Og viltu blessa alla hérna inni, Drottinn, í Jesú nafni. Bara alla sem hér eru, Drottinn, viltu bara mæta þeim í þeirra kringustöðum og þeirra stað, í því sem er að gerast í þeirra lífi, í Jesú nafni. Allir liðin sagði amen. Baukurinn gengur, það eru pósar frammi held ég. Og svo ætlum við bara að fá hann Halldór Lár til að koma og að taka eitthvað lag að. Taka þá bara I've been fighting voices. Syngjum lagið sem við slepptum í lofgjörninni. You Say, þetta lag sem búið að fara út allan heim með sigurför. Lag sem búið að snerta mig alveg gríðarlega fyrir textan sem í laginu. Og ég trúi því einarlega að það sé tími núna bara í heiminum fyrir uppgjör að við tökum og gerum upp fortíð okkar til þess að öðlast þann sigur sem að býr í framtíð okkar. Eru að heyra það sem ég að segja? Kórinn ætlar að koma upp og syngja með okkur. Það er tími núna til að gera upp hluti í fortíðinni til þess að við getum öðlast sigrana sem er í framtíð okkar. Má ég heyra með?
the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, Lord, You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe what you say of me. I believe. everything that matters now is everything you think of me. You, I find my worth in you. I find my identity. 'Cause you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, and I believe what you say of me. I believe. Taking all I have now, and I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, 'cause You say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. You say I am yours, and I believe what you say of me. I believe what you say of me. I believe what you say of me. What you say of me. I believe what you say of me. I believe. hallelujah. Halleluja. Halldór Lárusson, Front and Center. Hefðu bara klöppum fyrir kórnum og þessum tónlistamönnum, snillingar. Sömuleiðis og takk fyrir 17.
Gaman að þessu. Sæl verið öll. Þið heyrðu minnst á áðan að báðum fyrir Sibbu. Við skulum aðeins lyftir upp, hún heima, já, bara hvort það var flens eða eitthvað, það var eitthvað svona, eitthvað pessir yðist á stelpuna, ef við ekki að senda lækningu frá okkur. Jesús sagði að það sem 2 eru 3 eru samankomnir var hennar mitt á meðal og það sem við varum sammála það myndi hann veita. Við erum fleiri en 2 og 3 og við erum sammála, svo við sendum þetta frá okkur. Faðir minn, við þökkum megum senda frá okkur hérðan í Smárakirkjunni lækningu heim til Alla og Sibbu inn í líkama Sigurbjörgar. Við biðjum lækningu núna í Jesú nafni. Að þú snertir með lækningshöndin þinni og það bráir af hitinn og mannlíðanin og lækning þín streymi í Jesú nafni. Amen. Amen. Við skulum kíkja á svolítið í Guðsorði. En áður ég segi það, ég verði sigur á eina sem ég heyrði í gær. Svolítið gott. Þetta fínt fyrir okkur kallana sérstaklega. Konurnar vita þetta. Þarf ekki að segja það, en kallarnir vita þetta ekki. Þetta fínt fyrir okkur að vita. Það eru 2 aðalkenningar til í heiminum það hvernig best að rökræða við konur. 2 stórar meginkenningur það hvernig best að rökræða við konur. Hvoru þeirra virkar. Þetta fínt fyrir okkur kallana að vita. Þetta vissi þið konurnar náttúrulega. Já, ég veit það. Ég veit, að sjálfsögðu. Já. Og þið karlmenn sem haldið þessi getið ennþá rökrætt við þið eftir að læra. Þær eru dásamlegar. Það bara eru það. Ég ætla að byrja á að lesa hérna aðeins úr öðru Korintubréfi. En raunverulega þema dagsins sem ég langar að ræða ein þekktasta dæmisaga sem að Jesús sagði nokkuð tímann og bara, já, ég heldum að sé bara með þeim þekktari, ef ekki svo þekktasta og þessum flestir og margir hafa vitnað í og sum ykkar og kannski öll ykkar þekkju og kunnið, það kemur bara í ljós. En það eru svona þættir í henni sem ég langar að minnast á og það breytir engu hver bakgrunninn þinn í dag. Það breytir engu hvort þú er búin að vera trúaður kristinn í áratugi, hvort þú varst að byrja að kíkja í gær á eitthvað sem heitir kristin trú eða hvort þú ert bara enn að forvitnast og skoða, breytir engu. Þessi dæmisaga er alveg stórkostleg og lýsir kringumstæðum mannsins á mörgum stigum lífsins, fyrir trú, í trú og eftir trú og hún er frábær. En áður fyrir þangað, hlustu á þetta hérna í öðru Korintubréfi. Þetta er eiginlega grunnurinn. Þetta fyrsta hérna kunniði. Ef einhver í Kristi hann skapaður á ný, hið gamla var það engu sem nýtt voru til. Þetta er hérna á svona AA-samkomufundum eða á samkomu United og öðrum slíkum eða eitthvað kemur vitnisburð. Ég heiti Halldór Lárusson, ég er í sköpunni Kristi. Það verður vitni í þetta vers. Hlustið svo framhaldið. Því, af hverju er ég í sköpunni Kristi? Af hverju er þetta allt orðið nýtt? Því, af því að, sem sagt, það var Guð sem í Kristi sætti heiminn við sig. Hann tilreiknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttagjörðarinnar. Það var Guð sem sætti heiminn við sig. En versti boðskapur sem kristin kirkja hefur látið frá sér aldir þess vegna að Guð sé ekki góður Guð nema við þá sem eru heilagir. Þeir sem standa sig vel, þeir sem eru rosalega flinkir og eru alltaf rosalega góðir, Guð elskar þá, sjáðu. En hina, nei, hann bara svolítið pirraður.
Hann bara pirraður út í þetta lið, þau get ekki verið almennileg og góð og hann ekki sáttur við það. Þetta boðskap sem við höfum heyrt. Ég meiri segði ég var alveg stuð. Foreldrar mínir sögðu þetta aldrei við mig, en ég heyrði þetta sagt við lítil börn. Hlustið nú vel á hversu hrikaleg setning þetta er. Ef þú ert ekki góður, þá kemur svartur blettur á tungunaður og Jesús elskar þig ekki. Þetta er ljót setning. Hún er hrikaleg. En myndið að þetta var svona tónninn í mörgu hjá kristinni trú, í kristinni kirkju, að Guð væri fyrst og fremst að eltast við syndir mannana og leita þar uppi til að skammast í liðinu. Þegar það er alveg þveröfugt, Guð kom með Krist til að sætta heiminn við sig. Hann segir, ég dús við ykkur. Bara, þetta er í lagi. Alveg sama hver þið eru, sama hversu fullkomin og ófullkomin þið eru, sama hvort þið með allt upp á borðinu og allt gengur vel eða allt niður ykkur, það breytir engu, ég elska ykkur samt og ég búin að sætta ykkur við mig. Það ekki eftir, hann tók fyrsta skrefið. Hann tekur skrefið og segir, ég sætti þig við mig. Þú þarft ekki fyrst að sættast við mig. Ég sætti þig við mig. Og ef þú þiggur það boð að koma í þessari sáttagjörð og eiga samfélag við mig, þá ertu velkomin. Ef þú vilt ekki, þá ertu samt velkomin en þú ræður hvort þú kemur. Og þetta er boðskapurinn sem kristin kirkja á að boða. Og þessi dæmisaga sem ég ætla núna að lesa, hún segir okkur einmitt allt þetta frá munni Jesú Krist, hans eigin orðum. Hann var náttúrulega snillingur og er. Já, verður alltaf. En ég meina, hann er snillingur. Má ég segja ykkur eitt, ef við höfum smá tíma, ekki? Jú. Fyrir mörgum árum síðan, þá var ég í Sviss og ég hlustaði á trúarbragðafræðing sem hann var gyðingur og hann var búinn að vera, hann sagði ég var búinn að læra öll trúarbrögð heimsins og alla isma og þisma og vosma og isma og hvað þetta var sem var hægt að læra og ég var búinn að kafa í þetta og ég leita sannleikanum. Það var alveg saman hvort það var pólitískar hreyfingar, trúarlegar hreyfingar, það var bara alla stefnur og allt, hann fór í allt. Og ég fann ekki sannleikan. Svo ég ákvað loksins að lesa nokkuð sem ég hefði aldrei lesið áður, það var Nýja testamentið. Gamla testamentið hann lesið því hann var gyðingur, en Nýja testamentið. Hann sagði, nú ætla ég að lesa það og svo las hann Nýja testamentið og hann lýsir þessu nákvæmlega svona. Ég las og ég kom að sögunni, það sem að þeir komu með bersyndugu kona, þar sem var opinberri syndugu kona, sennilega vændiskona og þeir komu með hana til Jesú og það var fullt af fólki svona í kring og þeir komu að fara sér og prestarnir og allir með hana og segja og svo smjaðraðir fyrir Jesú. Alveg bara á að sleikja hann upp. Rabbi, meistari, kallaði hann meistara, þeim fannst hann engin meistari, En þarna kallar meistari, þá var fullt af fólki að hlusta svo þeir voru að taka undir og þykjast vera með fólkinu og þetta væri nú kannski eitthvað frá Guði sent og eitthvað svona. En þeir voru að leiða hann í gildru. Og gildran var þessi að samkvæmt lögmálinu þá átti að grýta hana. Þá bara lögmáli segir, trúgyðingan í Gamla testamentinu, þið grýtið svona konur fyrir syndirnar. En Jesús var búinn að boða fyrirgefningu og kærleika og svo þeir voru að leiða hann í gildru. Ef hann hefði sagt, já, bara grýtum hana, bara standið við þetta, gerið þetta, þá náttúrulega hefði fólkið allt sem var að vona að þarna væri komin ykkur nýtt, bara snúð baki við Jesú. Já, hann er bara einn af þeim, já, hann er alveg, það hefur ekkert breyst. Ef hann segir hins vegar, nei, grýtum hann ekki, fyrirgefum henni, það er þín kristna trú, það er mín trú sem ég er boða, fyrirgefum henni bara. Þá hefur þeir sagt, getur ekki verið frá Guði, hann er undir lögmáli, hann á að halda lögmálið. Þannig að þá höfðu tekið hann og segið, nei, hann er ekki frá Guði. Þetta var baráttan sem hann var í. Og þessi gyðingur, trúarbragðafræðingur, hann sagði, ég las þetta og ég þurfti að fletta við í biblíunni minni til að finna svarið. Svarið var ekki hérna og ég stoppaði. Og ég hugsaði, ég fór í gegnum öll trúarbrögðin, alla ismana sem ég hafði lært og reyndi að leita hverju svarar maður svona.
og ég fann ekkert svar og ég var viss það að nú var ég búin að ná honum og þar með væri kristin trú út úr myndinni, ég geti ekki trúað því og fyllt því. Hann flettir við, sáu þær sem syndlausir, kasti fyrsta steininum. Nú fæ ég ekki að þessu og það gas. Þetta snild. Ég meina, þetta snild. Ok, við skulum endilega grýta hana, með öðrum orðum. Sá ykkar sem aldrei hefur syngað að gert neitt rangt, hann byrjar. Hann kastar fyrsta steininum og þeir slepptu steininum og gengu í burtu. Af því þeir vissu náttúrulega þeir voru ekki syndlausir frekar en hún. Þannig að, og þá, svo þegar allir voru farnir þá rís hann á fætur, hann var svona á hnjánum og hann segir hvert fór allir, ætlar þú ekki að dæma mig, segir hún. Það dæmdi mig enginn, vilt þú ekki? Hann segir nei, ég dæmið ekki. Far þú þér fyrirgefið þið synga ekki framar. Og í krafti þess kemur frelsi og lausnin. Þessi trúarbragðfræðingur, út af þennan snillingu, þetta snildarsvar, hann trúði ekkert fram á þessu að Jesús væri eitthvað tengdur Guði, sko. En hann var kristinn eftir þetta. Þetta snýr honum svona og hann fór að kafa og hann fekk að kynnast Guði. Kristur stórkostlegur. Og svo sagði hann þessa dæmisögu, hlustu nú vel á, þessa þekki ég líka. Maður nokkur átti 2 sonu. Ég ætla að lesa hana fyrst. Sá yngri þeirra sagði við föður sinn, faðir, lát mig fá þann hluta eignarna sem ég ber, og hann skipti með þeim eignum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar sóaði hann eigum sínum í óhófsömum lifnaði. Hann hafði öllu eitt, var mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp á manni einum í því landi, sá sendi hann út á lendar sínar að gæta svína. Þá langaði hann að seðja sig á drafinu svínin áttu, en enginn gaf honum. Nú kom hann til sjálfs síns og sagði, hve margir eru daglaunamenn föður míns og hafa gnægð matar, en ég ferst hér úr hungri. Nú tek ég mig upp og fer til föður míns og segi við hann, faðir, ég hef syndgað á móti himninum og gegn þér. Ég ekki fram að verðu þess að heita sonur þinn, lát mig vera sem einn af daglaunamönnum þínu. Sagan lengri, ég ætla að stoppa þess hérna. Setjum okkur í sér spor. Bara ímyndum okkur þetta sé bara hérna gerast í kringum okkur. Það faðir sem á 2 stráka. Hann ríkur, sjáðu. Þetta ekki bara svona eitthvað 5.000 kallar sem hann átti í arfyrir þá. Hann var með auðæfi. Hann með landareignir, hann með dýr, hann var með vinnumenn, hann með daglaunamenn, fullt af mönnum í vinnu hjá honum. Svo kemur yngri guttinn og hann segir, heyri pabbi, ég vil bara fá minn skerfa arfinum núna. Vitið hvað hann að segja? Og sérstaklega, í dag myndum við jafnvel túlkaða þannig, en sérstaklega þarna þessum tíma. Með öðrum orðum segja, pabbi, ég vildi vera dauður, getur þú borgað mér? Já, hann bara, þú veist. Og það umverulega sem að segja, og hann ekkert að hugsa pappan sem að reka fyrirtækið. Ef ég tek 1/3 hvað ég nú á sem út úr þessu, þá skilja hann eftir án þess. Og það getur verið erfitt að reka fyrirtæki eftir þetta, erfitt að halda öllu gangandi, borga laun og svo framvegis. En láttu mig fá þetta, ég ætla að fara og lifa fyrir sjálfa mig. Og þannig mannkynið svolítið. Ég hugsa Guð, ég ætla bara að lifa fyrir sjálfa mig. Ég ætla bara að gera það sem að mér hendar, það sem ég vil, það sem er best fyrir mig og svo framvegis. Ok, gott og vel. Hann hélt að maður að gera það. Og það gekk vel til að byrja með. Ímyndu ykkur, einn af þessum strákum hér í Íslendingur, hann fer út og svo ser hann eitthvað suður að Miðjarðarhafinu og hann lifir hátt í Grikklandi. Og hann lifir hátt. Hann sefur með öllum konunum sem og hann spandirar til hægri og vinstri eða það náttúrulega þið vitið hvernig það er. Það laðið sig svo mjög mikið þegar peningunni til og vilja fá allt sitt og nýta og njóta á meðan síðan klárast bara pakkinn. Og þá hvað? Þá allt búið. Það þetta sem við lendum í þegar við erum að keyra okkar líf áfram án Guðs, að við hlaupum einhvern tímann á vegg. Það bara búm. Og bara við lendum í einhverju sem og hvað nú að gera? Já, allt sem ég
átti hjá honum, það eiginlega bara búið. Og þá kemur hugsunin, ég verð að éta maður, ég bara. Og ef þið áttu ykkur á því, okkur fyrst svín og ekkert yfirleitt svona, þú veist, þau eru fín á jólunum, en þau eru ekkert rosalega, þau myndi hugsa þau í stíunni eða í ræktuninni, eða þau eru ekki svona, þetta er ekki mest aðalandi skepnur. Og þegar þau voru áðunuðu færu þessa fjöldaframlýsing sem í dag að þá voru þau bara svona úti, þau voru virkilega í skítnum og þau fengu bara draslega í þetta og það var þannig, þau fengu ekki eitthvað korn og fínir í, þau voru bara alin á afgöngum og strákurinn segir, takk fyrst eftir, hann fær það verkefni að gæta svínana. Hann er gyðingur, sjáðu. Þeir borða ekki svín. Svínin eru óhrein. Svínin úrhrak allra dýra og hann endar algjörlega á botninum að éta matinn sem svínin éta. Dýpra gat hann ekki sokkið. Bara þessi frásögn á Jesú þegar hann tala við gyðingun og segir þessu, þeir bara, þeir fá hroll. Þetta það dýpsta sem hægt að sökkva. Og svo vaknar hann bara einn daginn náttúrulega, sjálfsögðu, eins og við gerum vonandi flest öll. Býtu, hvað ég að hugsa? Ég var hjá pappa og hafði allt. Ég hafði aðgang á öllu, ég hafði allt sem ég þurfti og meira sér daglaunamennirnir sem pappi ræður í vinnu hafa núna betra heldur en ég. Og þá nú komum við að stórum þætti sem ég var að tala áðan boðskap kristinnar og kirkjunnar. Því að hugsunin sem hann kemur með þessi, ég ekki þessu verður að vera sonurinn. Ef ég bara fæ að vera verkamaður, daglaunamaður, þá ég veit ég mun hafa það betra þannig heldur en ég hef það núna hvað sem Svo hann tekur í sig kjark, ég skal bara fara yfir núna og parafræsa þetta, hann dregur í sig kjark, fer heim og alveg ákveðin því að bara biðja pappa fyrirgefningar og segja, heyrðu, ég veit að ég má ekki ég ætti ekki skilið að vera sonuðin lengur og þú þarft ekki að taka mig sem son, en báðu mig bara að vera verkamaður hjá þér. Því að þeir hafa það betur heldur en ég hef núna því ég búið með allt sem ég átti. Svo hann ákveður að fara. Og þið þekkið söguna. Hann kemur sem úrhrak. Hann kemur bara búið með allt. Hann búinn á anda, sál og líkama. Hann bara null og hann á lægsta punkti sem hann gat farið á. Og hann kemur heim og tilbúinn að bara segja, herru, ég bara fái verka með þér. Þá segir sagan okkur að pabbi sér hann koma. Með öðrum orðum, ég ímynda mér á hverjum degi, þá var pabbi á kikkinu. Skildi hann kom í dag, guttinn. En hann sá hann koma langt að. Og hann hleypur á móti honum, tekur, er komin heim. Og strákurinn fyrir örugglega með rulluna. Ég fyrirgefi pabbi, ég hefði aldrei átt að gera þetta og ég byrst fyrirgefningar, ég ekki verður að vera sonuðinn, en þú veist, ef ég má vera daglaunamaður hjá þér, þá myndi ég þykja það. Pabbi slátrar alikálfinum, segir, nei, þú ert strákurinn minn. Það þú fóst og gerðir allt þetta, hvernig þú fóst með mig og fyrirtæki og bróðin og alla hina, það breytti engum það að þú ert strákurinn minn. Þú hættir ekki að vera strákurinn minn. Og nú slátrum við kálfinum, þú varst týndur, þú varst glataður, nú ertu komin heim, nú höldum við veislu. Það var svo mikið gleði í pappa, hann bara hélt veislu fyrir strákinn. Við megum aldrei gleyma því að þó að við höfum verið að klúðra ykkur í lífinu, þó að við höfum verið á glapstigum, þó að við höfum verið með allt niður okkur eins og við segjum stundum og komum svo til Guðs, þá þurfum við ekki að koma, við eigum að koma auðmjúk, við eigum að koma vitandi það að við þurfum á honum að halda eins og strákurinn var, en ekki það að við segjum, heyrðu, ég get aldrei verið barnið þitt. Má ég vera þjónninn þinn? Og þetta var eitt sem að kirkjan boðaði mörg ár. Við erum bara aumir þjónar. Jesús sagði,
Ég kalli ykkur ekki fram að þjóna mína. Ég kalli ykkur vini mína. Þjónninn veit ekkert hvað meistarinn gerir, en vinurinn veit það. Þú og ég erum vinir Jesú. Ekki vegna þess að við höfum eitthvað skilið, ekki vegna þess að strákurinn var ekki sonur pappa sinns, hann átti ekki skilið að fá að koma aftur. Svona mannlega séð. En pappi sagði það, þú ert sonur minn. Það hefur ekkert breyst. Og Jesús segir, þú ert vinur minn. Þú getur komið eins og þú ert. Það sorglega við þetta náttúrulega var eldri bróðurinn. Hvað gerir eldri bróðurinn? Hann var fúll. Hann var þessi sem aldrei gerði neitt rangt, sjáðu. Hann var þessi heilagi sem ég var að vitna í áðan. Hann var bara heima og hann kvartaði þetta í pappa. Hvað skonar, okkur er þetta þessu? Hann er búin að klúðra öllu þessi drengur. Svona erum við mannfólki, við erum rosalega dómhorstundum. Hann ekki skilið. Neitt svona. Ef við klúðurum í kirkjunni, hvað gerum við? Já, og... það er svo rétt. En, ég ætla að segja hvernig hefur verið. Það hefur verið fyrirgefið, svo, já, þú færð ekki að þjóna í þessari kirkju næstu 2 ár. Þú sest á aftasta bekk, þú átt ekki að skilja að vera hérna frammi. Það er kannski ekki sagt svona, en það er svona ætlast til þess. Ég er ekki að grínast, og þið sem eru eldri í trúnni, eldri 2 vetra, þið vitið þetta satt. Já, í stað fyrir, hei! Sko, sjáum við hvað þetta er fáránlegt. Nú ætlum ég bara að benda ykkur á hvað þessi afstæða er algjörlega fáránleg. Ég er ekki að tala um það að einhver geti ekki pási einhverju til þess að vinna eitthvað með líf sitt. Við eigum að vinna með líf okkar. En sjáu til, hér kemur ykkur gæi labbandi inn, það er yngri sonurinn, segjum bara að sé að koma samkomu núna. Og faðirinn sem við erum að tala um er Guð. Hann er pappinn. Þetta er strákur sem að einu sinni ólst upp fyrir kristna trú og svo fór hann bara út í lífið og hann klúðraði þessu. Hann var búinn að fann að dóp og sprauta svo, hann var búinn að eyðileggja allt. Svo týndist hann og þeir leitaði á honum og þeir fundu hann ekki og svo fannst hann og svo kom hann. Svo kemur hann hérna niðurbrotinn á eina samkomun hérna fram til fyrirbæna, þú veist, sópandi gólfum með buxunum, þú veist, og það er allt, hann, þú veist, tatturöður, flúraður, ringaður, hann er allur pakkin á honum og hvað gerir kirkjan? Það er að koma syndar og frelsast, það er að koma syndar og frelsast, það er svo gaman og þetta er gaman, þetta er ógeðslega gaman og svo kemur og við tökum utan og elskum hann til lífs og hann finnur Krist og mætir pappa, fær fyrirgefninguna og byrjar nýtt líf. Er þetta ekki dásalegt? 3 ára setna miðstígur hann sig. Kemur aftur niðurbrotinn. Þá fær hann ekki sömu móttökur. Það er sorg. Af hverju fær hann ekki sömu móttökur þá? Og þess að hann átti að vita betur. Hann er búinn að vera hérna og syngja og svoleiðis upp á palli og þegar menn er búinn að syngja upp á palli þá geta hann ekki komið bara og láta þessu bafiðinni út í bæ. Svo þegar hann kemur niðurbrotinn aftur þá fær hann dóm frekar en umhyggju og fyrirgefningu. Dóm og þá erum við orðin eins og eldri bróðurinn. Hvað er þetta að halda upp á og slátra kálfi fyrir þennan? Bara að segja, aumingja. Bara að segja. Já. Ég, er búin að vera hérna alltaf og ég hef ekki einu svona fengið að syngja á pallinum og fór ekki að klúðra þinn einu. Það fylgdi ekki sögunni, ég kann ekki syngja en það er svona mál. En ég fekk ekki, þú veist, ég hef alltaf verið, af hverju ekki slátra fyrir mig? Af hverju fæ ég ekki þessa athygli sem að Guttinn fær sem er búin að klúðra öllu? Og þá segir pabbi þessi, þetta er svo gott. Og hann segir, sonur minn, þú ert með mér alltaf. Þú getur fengið kálf hvenær sem þú vilt. Þú getur haldið partí hvenær sem þú vilt. En þú hefur bara ekki gert það, hann sagði það reyndar ekki.
En það skilur eftir strákur sem byrju, já, okkur hefur ekki gert það. Og vitið okkur hann gerði það aldrei? Og þessi hann var með ranga mynd af pappa. Hann hélt ekki að vera pappi væri. Hann þekkti ekki pappa eins og hann sá hann við unga strákin, yngri strákin. Hann hélt að hann veri strángur, hann mætti ekki neitt, það bara var hlýð. Og hann sagði reynda guttinn, þessi eldri, hann sagði, ég er búin að vera hlýðin þér og þjóna þér. Og það er akkúrat vandamálið. Þetta var ekki bara pappans. Þetta var yfirmaður hans, hann var þjónninn hans og það var þannig sambandum milli þeirra. Og þetta er gallinn í kristindómnum þegar við ætlum að eiga svona samfélag við Guð. Því að Guð er ekki að leita að þjónum sem að við líta á sig, hann er að leita vinum. Við megum þjóna á honum að sjálfsögðu, alveg svo vonandi við þjónum hvort öðru, sjáðu. Já, en ekki á þann háttinn að vera með þjóns eða þræls hugarfar. Við erum með hugarfar sonar og dætra. Við erum kölluð til að vera börnin hans. Við erum börnin hans. Og þegar við vitum hann og þekkjum hann eins og hann er, þá byrjar lífið. En ég skil vel að þessi fjöldi manna sem hefur lítinn áhuga á að koma til þess Guðs, sem er svo strangur og pirraður, og er alltaf eitthvað að skammast í þeim. Ég segi fyrir mig, Guð elskaði mig nógu mikið til að taka á móti mér og hreinsa mig og losa mig við mitt drasl. Og hann elskaði mig nógu mikið til að skilja mig ekki eftir í draslinu, sjáðu. Og hjálpa mér út úr því. Eins og góðu pappar gera. Og mömmur. Við skulum biðja. Faðir minn, við þökkum fyrir þessi stórkostlega orði Biblíunni og þessa dæmisögu þína og þökkum fyrir að í dag erum við í þessari stöðu. Sama hvar við erum, sama hver bakgrunnur okkar er, sama hvaðan við komum, hvert við erum að fara. Í dag erum við í þessari stöðu. Að þú hefur sætt heiminn við þig. Þú hefur sætt heiminn við þig. Þar af leiðandi hefur þú sætt okkur við þig. Og við getum komið til þín og meðtekið þetta verk þitt. Af því að þú ert faðir okkar, þú ert pabbi okkar. Þú ert ekki bara húsbóndi og herra. Þú sért vissulega drottinn. En þú ert okkar vinur, því þú gert okkur að vinum þínum. Og við þökkum þér, drottinn, fyrir þessa náð og þessa miskunn. Við skulum aðeins, það er eitt sem að, mátt spila. Við skulum aðeins bara höllum aðeins augunum. Það kemur í hug minn að það er einhver hérna inni sem að þú varst fyrir mikill höfnun á unga aldri. Mikil höfnun í lífið þínu á unga aldri. Og þetta er sár sem hefur setið í þér í lengri tíð. Heldur sittir hérna með einu sannum. Og það getur fleiri en einn og fleiri en tveir. En þessa höfnun ætlum við að brjóta núna. Ef þú vilt, ef þú getur, ef þú treystir til að biðja með rétt upp hönd, bara örstutt. Hérna. Og mér langar að biðja, sjáu það líka hérna. Og þeir sem sittir nálægt þeim getið lagt hönd bara létt á öxlina á þeim og einhver getið komið hingað beggi minn og þú getur bara staðið með þessum hérna líka. Og við ætlum að brjóta þetta. Höfnun er hrikaleg. Höfnun étur okkur á innan. Það er sár sem við sitjum með og gerir það verkum ef við ekki losnum við það, að það þvælist það fyrir okkur endalaust okkar sjálfsmynd og hver við erum. Og jafnvel höfum við alið innra með okkur þennan sársauka með því að geta ekki fyrirgefið, jafnvel þú höfum viljað, kannski eru búin að fyrirgefa en sárið sittur eftir.
Svo nú ætlum við að biðja fyrir þessu yndislega fólki sem rétti hönd sín á loft. Og Faðir minn, þakka fyrir það að þú sýnir svona hluti einungis að því að þú ætlar að gera heilt. Og núna þessu augnabliki erum við öll samankomin. Heilagur andi Guðs, snert þú við hverju einu af þessum aðilum sem rétt upp hönd, hverjum einum aðila í Jesú nafni núna. Kom þú með anda þinn, lækningamátt þinn og gjörðu heilt. Og við leysum þitt fólk frá þessu sári. Við leysum þitt fólk frá þessari höfnun í Jesú nafni. Við leysum fyrirgefningu til þeirra sem höfnuðu. Við leysum fyrirgefningun í hjarta í Jesú nafni og við læknum sárið fyrir nafni Jesú Krist. Þú fyrir þinn anda, Drottinn minn, snertir núna og gjörir heilt. Í Jesú nafni, 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 í Jesú nafni. Faðir minn, ég bið þig núna þessu augnabliki rétt eins og þú tókst á móti týnda syninum. Með fögnuði og samþykki þrátt fyrir það hvernig hann hafi verið. Umvefðu nú hvern einn þennan einstakling, vefðu hann að hjarta þér, haltu honum í fangið þér, leyfðu honum að finna að þú ert Faðir og þú hafnar ekki. Þú elskar og meðtekur eins og við erum. Eins og við erum. Eins og við erum. Halleluja, Jesus. Það ekkert sem Guð er megn, vitið það. Það ekkert sem hann getur ekki. Og ekki bara, en vandamál okkar oft ekki það að við trúum alveg hann geti vegna þess að hann Guð. Við trúum kannski síður að hann vilji. Á hverju ætti hann að vilja gera þetta fyrir mig? Hversin sem þessu hugsun kemur, mundu þá eftir týnda syninum. Hversin óskopunum átti hann að hefði vilja gera þetta fyrir hann. En hann gerði það samt. Guð elskar. Takk, Jesús minn. Við ætlum að biðja kórinn að fara upp og syngja eitt lag svona í lokin. Ekki fara héðan, leyfið þið Guð að starfa og endilega komið þið fram og eftir því sem viljið taka á móti Jesú. Og áður en þegar við gefum ykkur tækifæri að fá að þekkja hann sem það gefur lífinu gildi. Ekki fara héðan út án þess, elskurnar mínar. Alli, má ég ekki biðja Guðmund og Begga kannski að koma fram ef þið viljið fyrirbæn. Endilega bara leyfið þeim að biðja fyrir ykkur. Það er nærvera Guðs hérna, Guð er að starfa, endilega ef þið viljið fyrirbæn, bara komið þið fram. Við ætlum að syngja hérna fallegt lag. Halló, þeir sem vilja gefa Jesú Kristi sitt líf, komið hérna fram. Ég ætla að biðja með ykkur því ég finn að náð Guðs er hérna inni. Komið þannig að hvort sem þeir eru sætum ykkar eða ekki, þá skuluð þið hafa bænina
eftir mér sem ég ætla að biðja núna og var ekki Edvin. Jesús elskar þig og ég ætla að biðja að hafa þessa bæn eftir mér og þið líka í salnum. Jesús, ég komið til þín því að ég vil lausn þína inn í líf mitt og ég veit að þú ert minn lausnari. Þú getur gert allt og ég kem til þín til þess að vera þitt barn og taka móti lausn þinni inn í líf mitt. Takk fyrir það, Jesús, að þú ert mér lausnar í dag og ég þitt barn. Amen. Nú ætlum ég að biðja bæn fyrir ykkur inni. Við viljum þakka fyrir samfylgdina í dag.
Það er ennþá verið að biðja og ef þið viljið fá fyrirbæn endilega bara komið þið fram og við biðjum með ykkur. Annars er stundinni formlega lokið.